Komið þið sæl. Húmanistaflokkurinn var stofnaður árið 1984 og býður nú fram til Alþingis í 5. sinn. Þeir hafa aldrei fengið kjörna menn á þing en halda samt ótröðir áfram og bjóða fram í einu kjördæmi fyrir þessar kosningar í Reykjavíkur kjördæmi suður. En fyrir hvað standa húmanistar, hverju vilja þeir breyta og hvað drífur þá áfram? Við ætlum að ræða það við Júlíus Valdimarsson, formann Húmanistaflokksins. Velkomin til okkar, Júlíus. Já, takk fyrir. Ég ætla að byrja á dálítið erfiðri spurningu. Þið bjóðuð fram í Reykjavíkur kjördæmi suður í þessum kosningum. Já. Í kosningunum 2013 fenguð þið 55 atkvæði í því kjördæmi. Já. Hvers vegna bjóðuð þið fram aftur núna þegar það er augljóslega engin eftirspurn? Ná, í 56. 56? Af hverju bjóðu okkur fram trátt fyrir það? Vegna þess að þó að við reiknum ekki með að fá meirihluta á Alþingi, að þá hér leggjum við upp úr því að hverju sinni að bjóða fram, vegna þess að pólitískur flokkur, hann náttúrulega þarf að bjóða fram til að koma málefnum sínum til almennings, og fyrir okkur er mjög mikilvægt vegna þessara sérstöku mála sem að jafnvel engir aðrir flokkar leggja fram að hafa hljóðnefnann þegar að kosningar eru og geta komið með það innlegg inn í umræðinu. Stundum hefur við geta, til dæmis eins og 1999, þá vorum við með áhersluatriðið fátækt á Íslandi, og þó við kemum ekki manni inn og reyndar buðum þá fram í öllum kjördæmum, að þá undir lokin þá voru flestir flokkarnir farnir að segja það sko hvað þeir ætluðu nú að gera til þess að afnema fátækt, og það var ákveðin umræða málefni sem að hafði ákveðna þýðingu. Þannig að í rauninni er markmiðinu náð bara með því að vera komin hérna í sjónvarpssal eða hvað? Já, það er ekki nóg. Ég geti ekki bara til að segja einhverjar svona grínsögur sko, en það er nægjanlegt að vera hér og geta talað við fólki sem er við sjónvarpstækin og segja þeim okkar málstað, og við erum mjög framtíðar sinnaður flokkur. Það er að segja við erum með ýmsar hugmyndir sem að til dæmis eins og fyrst þegar við buðum fram að þá 1984 að þá voru skuldir og hvernig peningarnir voru að sækja á fáar hendur okkar málefni þá eins og nú, en það var bara enginn að tala um þetta. Hvað? Peningarnir fara á fáar hendur, hvað meinar þau? Nú í dag, ekki vegna fyrir okkar tilstilli, en hins vegar er nú í dag, það er hvaða afmælisveisla eða fermingarveisla sem er að fólk auðveldlega talar um að það er 1% af mannkyninu sem á mestan hlutan af auði heimsins. En þú talar um að þið hafi náð að koma að þessum málum á dagskrá. 99 þá komið þið fátæktarumræðu á dagskrá, til dæmis, já. Hvað er það sem að þið eru þá að reyna að koma á dagskrá fyrir kosningarnar núna, 2016? Aldeilis eitt stórt og mikilvægt málefni sem er nýtt peningakerfi, og það er mikil nauðsyn núna, ekki síst í þessu ástandi núna, akkurat nú. Ég fór á myndina Ránsfengur, þar sem að Pétur Einarsson, sem var einn af toppmönnum í bankakerfinu, var fyrrverandi forstjóri Kaupþings tíma. Hann ákvaðast í einu að segja satt fjármálakerfið, og þessi mynd var mjög áhrifamikil og átakanleg. Hann segir frá því hvernig að þegar bankmennirnir fóru á hausinn, að þá komu vogunarsjóðirnir og keyptu eignir bankana á 1% til 6% af virði þeirra. Og síðan hófst leikurinn að þeir voru með veðmál sem að í raun og veru nærast á fátækt og erfiðleikum fólksins.
og þarna var líka svo persónusaga. Það var svo saga af manni sem hafði unnið allt sitt líf á staði í skilum, var verktaki og með vinnvélar, en í hruninu fór alveg fóturinn undir þessu öllu og það sýnt þær þjáningar og þau áhrif sem þetta hafði á þennan gamla mann og ekki bara það á fjölskyldu hans og þetta eru sko eins og Sturla Jónsson, hann var að tala um það á dögunum að 9.000 manneskjur hefðu mist heimili sín í hruninu. En þetta er allt saman svo sem eitthvað sem við vitum og við fórum illa út úr þessu hruni, en hvernig, þið talaðum að búið til nýtt kerfi, hvernig kerfi? Já, ok, það er bara góð spurning, takk fyrir það. Við höfum verið virkir í samtökunum Betra peningkerfi og það er að segja ekki sem pólitískur flokkur, heldur ég sem einstaklingur út af áhuga mínum. Og þar er búið að, þetta eru samtök sem að byrjuði í Englandi undir nafninu Positive Money og þaðan hefur komið síðan hugmynd að nýri tilhögun sem heitir þjóðpenningakerfi. Þetta er nú í 24 löndum þessi samtök og það byggist á því að fara þá leið að eins og almenningur margir telja að bankarnir láni út innlán sín og innistæður. Þetta er hins vegar ekki rétt. Bankarnir hafa starfað samkvæmt svokölluðu brotaforðakerfi og þar geta þeir búið til peninga með rafræna peninga, prenta rafræna peninga með einfaldum tilfærslum í bókhaldinu. Þeir búið til innstæði hjá þér og þeir skrá það sem skuld þína við bankan og vaxta setja þessa skuld og skrá þessa skuld sem síðan eign bankans. En þú sem sagt skuldar bankanum. Og með þessu gátu þeir meðal annars tífaldað og tólfaldað stærð bankana í undanfarahruninu. Og þetta hefur þjóðpenningakerfi byggist á því að flytja þessa penningaprentun á nýjum penningum yfir til undir lýðræðislega stjórn til Seðlabankans. Fyrir ekki þess að fá mér vatnssopa. Allt í lagi. En ég geti nefnt 2 til 3 aðra... Nei, býtu augnablik, af því að ég er ekki búinn að klára þetta. Gjörðu svo vel. Já, og þessi réttur til penningaútgáfu er fluttur alfarið til Seðlabankans sem að núna gefur eingöngum út peninga og mynt, en meira og minna allt annað fjármagn, upp til 90% var búið til einkabönkunum. En í þessu dæmi þá prentar Seðlabankinn bæði seðla og mynt eins og þeir vanir, en einnig alla rafræna mynt. Og það sem þýðing þessa er það að síðan ákveður peningastefnunefnd út frá efnahagslegum forsendum og verðbólgumarkmiðum það peningamagn sem er sett í umferð hverju sinni. Og þetta er gjörbreyting og hindrar meira og minna þau stóru hrun sem hafa eða gerir miklu minni sem sagt áhættu á hruni eins og hefur verið. Sko. Þetta er það sem þið viljið berjast fyrir? Já, við viljum berjast fyrir því. Ég var spurður það í stundinni hvað er þið fyrsta mál mitt á þingi, að það er það að koma á þessu þjóðpenningakerfi. Er þetta kerfi einhvers staðar við lýði? Nei, þetta er eitthvað sem er eiginlega, ég veit ekki hvort þetta að segja, jákvæður afrakstur síðasta hruns. Það fór víða af stað mikil pæling og þessi samtök sem sagt Betra penningakerfi, það er að segja Positive Money, að þeir fóru inn í sauman á því hvað var það sem gerði það? Að það var hægt að skapa þessa þenslu og þessa bólu sem síðan hrundi. En þið tala líka vaxtalausa banka í eigu þjóðar og annað slíkt. Hvernig á að fjármagna þessa banka A og B, hver á að vera hvatinn fyrir fólk til þess að geyma peningana sína inn í bönkum eða engir vextir á innlánum? Ok, fyrsta lagi með öllum sínum þjónustugjöldum og minnkandi tilkostnaði vegna sjálfvirkni, að þá má leiða sterkar líkur að því
bankarnir sem við þekkjum nú séu þegar fjármagnaði með því. Já, þú ert halda þjónustugjöldunum áfram en bara já, en þeir taka síðan vexti. Já. Að því og hinn spurning var já, hver ætti að vera hvatinn fyrir fólk sem geymir peninga í bönkum ef það ekki vextir? Þetta þessi villu trú sem að fólk hefur. Það voru gerðar rannsóknir á því í Þýskalandi í tengsl við Jag-bankan, það út frá því Margaret Kennedy sem var stuðningsaðili Jag-bankan sem vaxtalaus banki í Svíþjóð og hún sagði frá könnun sem var gerð í Þýskalandi og þar kom í ljós að 80% almennings tapar á vöxtum. Þeir greiða meiri vexti í útvexti heldur en innvexti. 10% voru svona á balans, en síðan síðustu 10% voru þessi byrjaði að græða á vöxtum. En ættu innlánin að vera verðtryggð? Tapar á vöxtum. En ættu þau að vera verðtryggð? Nei, já, engan veginn. Þá fella niður alla verðtryggingu. Og í þjóðpenningakerfi mun verðbólgustig vera mun minna og mun minni hætta á því að það rokki til heldur en í núverandi penningakerfi. Viltu líka fella niður verðtryggingu á eignum lífeyrissjóðanna til dæmis? Ég vil í rauninni í öllu þessum kapitalisma og þar sem að hrunin eru kippa fótunum undan öllu að þá vil ég að breyta lífeyrissjóðan algjörlega og leggja þá niður þeirri mynd sem þeir eru og breyta þeim í gegnumstreymi sjóði og þannig og síðra meira því að við erum fylgjandi skilyrðislausri grunnframfærslu borgaralaunum, seinna meir okkar framtíðarsýn að það muni koma borgaralaunin komi verulega í staðinn fyrir bæði lífeyrissjóðakerfið og almannatryggingakerfið og annað. Þetta eru mjög háleitar hugmyndir. Finnst þér það vera raunhæfar? Er það raunhæfar? Já, til dæmis Jósef Stiglitz, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði. Hann telur að í þeim viðsnúningi sem hann segir að sé nauðsynlegur frá því að fjármagn streymi upp á við og farið þá aftur á sem hann við, að í því ferli séu borgaralaun mikilvægur þáttur til jöfnunar á þeim gífurlega ójöfnuði sem hefur ríkt. Þannig að, ég veit ekki, hann á að hafa eitthvað vit á málum. En hver grunnframfærslan að ykkar mati? Hvaða upphæði eru þið að miða við? Það ekki, því miður ekki búið að setja þá tölu fram í þjóðfélaginu og ein mikilvæg krafa okkar það að það verði lögfest framfærslu viðmið sem verði síðan svo viðmiðin sem að marka það hvað eru framfærslu laun. En borgaralaun og þetta viðmið, þetta kostar nú allt saman sitt og fleira mætti nefna þeim hugmyndum sem þú talið. Hvernig séu þetta? Hvað kostar vaxtalaust hagkerfi? Það sparnaður í vaxtalausu hagkerfi. Við erum með 400-500 milljarða á ári sem við borgum vexti, þjóðarheimilið. Heimilin, ríkið og atvinnulífið og við þurfum að losa þetta fjármagn, þetta eru 400-500 milljarðar, þetta rannsókuðum við fyrir síðustu kosningar. Á þeim tíma þá voru samanlögð útgjöld til velferðarmála, menntamála og heilbrigðismála 550 milljarðar. Svoleiðis að ímyndið ykkur það ef að þetta er að losa þetta fjármagn til þess að gera alvöru breytingar á þessu þjóðfélagi. En sko, við getum nefnt jafnvel 2-3 aðra flokka sem hafa verið að tala nýtt peningakerfi. Frosti Sigurjónsson, alþingismaður Framsóknarflokksins, hefur til að mynda... Hann er að tala um sama og ég, þjóðpeningakerfi. Absolutt. Og við krefjumst ekki þess að við séum einir þessu hugmynd. Nei, algjörlega, en sko... Þeir Framsóknarflokkurinn hafa nú verið í aðstöðu til þess að gera breytingar, ekki gert það og reyndar hefur þessari breytingu eða þessari hugmynd hvergi verið hrundið í framkvæmd. Að sjálfsögðu... Hvers vegna er það? Eðlilegt. Þetta er mjög nýlegt fyrirbrigði. En hins vegar betra peningakerfið því markibreiðant að það er eitthvað sem það er að gera tiltölulega fljótt. Hugmyndir eins og vaxtalaus banki, hugmyndir eins og borgaralaun, þetta eru framtíðarmarkmið. En hugmyndin þjóðpeningakerfi er þetta sett í gang og það strax. Og það veitir ekki af því vegna þess að núna er farið meira að segja að tala möguleika á næsta hruni.
og þetta sterkasta vopni sem við getum haft, vörnin gegn því að verða ekki mjög illilega fyrir því eins og síðast. En þið talið líka að menntun eigi að vera ókeypis fyrir alla, heilbrigðiskerfi eigi að vera ókeypis fyrir alla, þið viljið grunnlífeyri og fleira þessu dúr. Hvernig á að fjármagna þetta allt? Er þetta nýja peningakerfi allt sem þarf? Eða sjáum fyrir ykkur að þurfa að hækka skatta? Hvernig það þarf að færa til fjármagn frá ofurríkum aðilum og Tobin-skattur á fjármagnstilfærslur og síðan í sambandi við þetta betra peningkerfi að þá til dæmis samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar að þá mun þetta kerfi verulega lækka ríkisskuldir og jafnvel eyða þeim og einnig myntsláttuhagnaður sem er 15 milljarðar á ári. Þessi minnkun á ríkisskuldum mun skipta 20 milljarða. Þannig að þetta er gífurlegt innlegg einnig inn í og þið vilja hækka skatta þar sem meira hafa á milli handana. Absolutt. Eigið þá ekki samleið bara með einhverjum af vinstri flokkunum á vinstri vægnum? Alþýðufylkingunni. En væri þá ekki Alþýðufylkingunni, við elskum alþýðufylkinguna. Akkur ert þú ekki í alþýðufylkingunni? Það má alveg vel vera. Eða þeir í húmanistaflokki. Ef að við í næstu kosningum náum árangur og komumst á þing, að þá verður nú reynt að vinna vel saman og einnig hver veit hvernig við erum mjög líkur flokkur í félagslegu tilliti eins og alþýðufylkingin. En þú nefndir held ég í leiðtogaþættunum í lok september þá nefndirðu í sambandi við skattheimtu ef ég man rétt töluna 70%, eða hlutfalli 70% skatt á hæstu laun. Já. Hvaða aðrar hugmyndir ertu með svona skattlagningu, ofur skattlagningu, við getum kallað það, á ofur laun? Það er bara skattlagning á ofur ríka auð og eignir ofurríkra Íslendinga, skattlagning á þá sem hafa skotið sér undan þessu eins og álfyrirtækin og það er einnig Þú ert að tala þunna eiginfjármögnun núna? Já, og skattlagning á fyrirtæki, það er að segja hagnaður fyrirtækja verður bara skattlagður eins og launamenn þurfa að borga. En hvers vegna ætti þá fólk að fara út í fyrirtækjarekstur ef það hefur engan hagnað að því? Stofna samvinnufélög án ágóða, það eru margar leiðir til að stofna fyrirtæki. Og einnig hitt að við verðum að líka átta okkur á því að við erum inni í kapitalísku hagkerfi, við erum inni í nýfrjálshyggjunni sem að í rauninni og þessari einstaklingshyggju í rauninni. Einstaklingshyggjan er kannski undirrót allra meina vegna þess að í þessari stefnu sem við erum meira og minna fastir í og vinstri fólka hér og öðrum annars í Evrópu hafa hoppað á þennan vagn og í því felst það að það er einstaklingum með hópum einstaklinga er einhvern veginn leyft það og það þykir gott og gilt að þeir fari sinni fram án tillits til heildarinnar. Og þessu viðhorf þarf að breyta og það er í rauninni að skapa viðhorf. Við erum líka menguð þessari einstaklingshyggju. En það er að mynda óþol gegn þessum grimma fjanda sem er einstaklingshyggja. En hefur ekki sagan kennt okkur það svolítið að þegar að það á að vera svona samvinnu samfélag að þá virkar það ekki. Það eru alltaf einhverju sem að hagnýta sér til í eigin þágu. Ef við tökum þetta dæmi kommunistaríki, Kúbu, Sovétríkin. Kommunistaríkin féllu og vegna þess að þau voru bara eins og kapitalismin á Vesturlöndum þegar kremlar kommunismin þar sem að fólkið hafði engin völd. Og við viljum raunverulegt lýðræði og þar sem að í fyrirtækjunum þá sé jafn réttur til ákvarðana milli starfsmanna og þeir sem eru að reka fyrirtækin og jafn skipting arðsins og þetta og það sem að einu sinni gerðist og mistókst að það er af skýrum ástæðum vegna hvers að það er ekki þar með sagt í framtíðinni að þá geta það aftur. Við höfum mikla trú á manneskjunni og hún geti lært og það hafa orðið framfarir fyrir þar
En sko, það þá rétt skilja að þið viljið almannavæða fyrirtækin ef að þið viljið sko... Algjörlega. Já, almannavæða. Arðurinn rennið til starfsmanna, ef ég skildi þið rétt. Já. Og að starfsmenn hafi meira rekstur þeirra að segja. Algjörlega, lýðræði á vinnustannum. Og samvinnufélög, til dæmis skattamálum verði samvinnufélögum og þeim félögum sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni ívilnað í sköttum og hjálpa til að koma á. Því að við getum alveg unnið saman. Þessi einstaklingshyggja er raunverulega grundvölluð á starffræðilega nákvæmri andstæðu við það gullna lögmál að koma fram við aðra eins og við viljum koma fram við aðra. Og í rauninni er engin framtíð. Við segjum einstaklingshyggjan er blindgata, það er engin útgönguleið. Og við verðum fyrir heiminn og framtíðina og kynslóðirnar að læra að búa til samfélag þar sem við komum fram við hvert annað eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur. Og þetta er það leiðarljós sem verður að setja til framtíðina og þetta er ekkert eitthvað sem ekki er hægt. Maður getur vanið sig af því að taka ekki til í annarra, við getum breytt. Þjóðfélagi verður aldrei öðruvísi, heldur en við sjálf sem að búum í samfélaginu. En til þess að ná fram þessu markmiði sem þú ert að lýsa, þá hefur þú lýst því hér í kvöld að þið viljið brjóta niður kapítalískt hagkerfi. Við viljum bara skapa samstöðu fyrir þjóðfélagi sem tekur alla heildina með og ef að það þýðir að afnema kapítalískt hagkerfi, so be it. En heldurðu að þú fái hljómgrunn eða þið færð að heyra það víða? Ég er alveg viss um það og þessi nýja kynslóð sem er að vaxa upp, hún er alveg ótrúlega flott. Og þau til allra hamingju hafa lifað við það að það hefur verið gjá milli þeirra og eldri kynslóða. Og þau að komast að sínum eigin niðurstöðum. Og það er ekki niðurstöð tillitsleysis. Það er niðurstöð þar sem allir eru vinir. Með hverjum svona af hinum frambóðunum eigið þið mesta samleið? Þú talaðir áðan reyndar Alþýðufylkinguna. En svona með hverjum gætu þið starfað í framtíðinni? Til dæmis ef þið kæmur manni á þing? Já. Sko, við fögnum mjög tilkomi Píratana. Ekki spurning og það eru margar breytingar hjá þeim eins og þessi gegnsæi og opinleiki og allt þetta og ekkert sé í felum. Hins vegar verðum við að vanda okkur í málefnavinnu við þá, einfaldlega út af því að það er ekki alveg komin stefna í öllum málum. En ég trúi að þetta lýðræðislega ferli þeirra að þeir komist smám saman að niðurstöður sem hafa með það að gera að þær taki tillit til allra. Þeir eru mjög skýrir á beinu þátttöku lýðræði og það er leiðin í það að losna við þetta grimma, mannvonda nýfrjálshyggjuna og þessa einstaklingshyggju sem hefur aldir ríkt. Þannig að Píratar og Alþýðufylking er svona þeir sem mjög spennandi. Mesta samvinna. Af því að þeir eru nýtt afl. Þeir eru raunverulega faratæki nýrra kynslóðar eins og Píratarnir. Þannig að það var Alþýðufylkingin, Húmorstaflokkurinn, Píratarnir í ríkisstjórn. Bravo! Þakka þér fyrir komuna, Júlíus. Þetta verður ekki lengra hjá okkur í kvöld. Næsti gestur í forystusæti er Þorvaldur Þorvaldsson, formaður Alþýðufylkingarinnar. Hann verður hér á sama tíma á morgun. Og við minnum líka á málefnaþáttum, efnahagsmál og atvinnulífi í beinni útsendingu annað kvöld. Þátturinn hefst að loknum landsleik Íslands og Finnlands klukkan 20:55 og alla kosningaumfjöllun má svo finna á kosningavefnum ruv.is/x16. Verið sæl.